Já, Óskar, viðtalið eftir tapleik, þetta eitthvað sem þú hefur ekki kynst í sumar? Nei, bara fínn í reynslu eftir síðastu sumar þannig að það bara, það eins og það við erum ekki ósigrandi. Ég held að við vissum það alveg að það kæmi að þessum að tapleik og alveg eins líklegt að það kæmi á móti góðu stjörnulið, búin að vinna þá í deildinni og spila svona 2 leiki í röð. Þannig að ég er ekki endilega að fara að missa svefni yfir þessu. En það sem kannski var, það sem vantaði á mínum mönnum í dag var, það vantaði heilt yfir meiri orku, meiri grimmd og meiri áræðni á síðasta þriðjung. Mér varst einhvern veginn, að því orkustígi var svona var hálflátt á stærstum köflum í leiknum að þá fannst mér það einhvern veginn svona, að skila sér í ekki nógu mikill áræðni á síðasta þriðjung. Við fáum víti reyndar og dauða fara upp á því og svo að þú fá annað víti sýndist mér nú. En mér fannst þau samt ekki gera nóg. Mér starta að vera betri í fyrirháleik, sterkari aðilinn og þetta kannski stráðu við stórum hluta seinna alveg, svo hluta til vegna þess að þeir eru kannski þreyttir og voru líka farnir að bara eðlilega í stöðunni sem þeir hafa verið og eins og búið að berja á þeim og þá voru þeir farnir að kannski verja forskotið sitt. En mér fannst við alltaf vanta meiri hraða í sóknarleiki, færri snertingar og einhvern veginn svona meiri áræðni. Þetta bara eiginlega ekki vera okkar dagur sko. Já, þetta víti sem fer fórkunum hann í lok fyrir hálfleiksins og svo dauðafæri beint í kjölfarið, það má segja að það sé kannski svona ákveðin vendipunktur. Nei, ég vil ekki segja það. Við vorum tölunundir í hálfleiki á föstudaginn og það gekk ágætlega í seinni hálfleik. Það var ekkert, þetta hefur verið ljúft að vera að jafna leikinn. Mér fannst það ekki hefði verið sanngjörn niðurstaða 2-2 í hálfleik. Það hefði verið gott að fá það en við þurfum bara að gera betur. Það er bara svo einfalt sem það er. Við þurfum að gera betur, eigum að gera betur en ég hef líka skilning á því að mannskepnun er þannig að hún getur átt daga þar sem að ekki gengur allt upp og orkustigið er lágt og þetta var bara einn af þeim dögum. Svíður að kveðja þessa keppni? Nei, ekki best að einbetta sér bara deildinni. Það er ekki bara, jú, þetta er leiðilegt að tapa. Það er alltaf leiðilegt að tapa og það er leiðilegt að detta út úr bikarnum en ég er bara orðið vanur því, ég hef datt út í 16. úrslitum í fyrra og var ekki með í bikarnum 24 og undanúrslitum 23 og undanúrslitum 22 og 16. úrslitum 21 og 32. úrslitum 20 þannig að ég er alveg orðið vanur því að detta út úr bikarnum þannig að og ég veit að lífið heldur áfram. Það hefur komið í ljós öll þessi ár en auðvitað hefði verið gaman að vinna leika. Mér stjarnan bara eitthvað meira skilið og það er yfirleitt skemmtilegast að liðið sem á skilið að vinni, skilur. Þó mann er langi eitthvað þá er það samt trúsat ef maður á það ekki skilið og við áttum bara gerðum ekki nógu mikið. Þetta er að vera eitthvað verkefni að gíra menn í bara næsta deildarleik að koma ykkur aftur á sigurbraut? Nei, ég hef ekki von á því. Það verður þetta mikið dramatík fyrsta tapið en nei, ég verði rosalega hissa ef að menn færu niður í einhvern kjallara. Ég held að þetta sé bara enn eitt dæmi það að við erum eins góðir og orkan sem við setjum í leikinn, hugarfarið sem við setjum í leikinn og framlagið sem við setjum í leikinn. Þegar það er í lagi þá fylgir yfirleitt allt með, þá er varnarleikurinn góður og þá er pressan góð og þá er sóknarleikurinn góður. Þegar eitthvað af þessu vantar eða það hverfur heilu kaflana í leikjunum þá erum við bara svona, elda leik og
þú veist, og hamra á þeim, en samt, þú veist, fannst mér við berja laust á dyrnar í dag, þú veist, við bönguðum ekki að fast á föstudaginn og við höfum gert í undanförnum leikjum. Þetta var svona mjög laust bank sem að opnaði síðan, það var enginn sem opnaði hurðina fyrir okkur, enginn sem heyrði það. Að lokum bara staðan á hópnum, náttúrulega vantaði Arnór Ingva og Ástbjörn. Er þeir vantarlegir í næsta leik? Eða? Ég veit það ekki maður, já ég vona það. Þú veist, með að Finnur fyrir út af með höfuðhögg og þú veist, þannig að það eru svona, það farið að höggva aðeins í hópinn en þú veist, þá þurfa bara aðrir að stíga upp, allar hendur á dekk og bara tækifæri fyrir menn að taka pláss í hópnum. Þú veist, það er margir sem eru búin að vera kannski frekar pirraðir yfir því að vera ekki að spila og fá ekki nógu margar mínútur. Þú veist, nú er þeirra tækifæri að stíga upp og sýna að þeir eigi skilið að fá mínútur, þannig að þú veist, við erum að sjá, þú veist, það var ljúft að fá Arnór Ingva og Ástbjörn á sunnudaginn. Ég var síðan vonað að Arnór Ingvi verið með, hann fikk höfuðhögg hérna á föstudaginn. Þú veist, yfirleitt að það tekur það heldur yngri tíma, heldur en viku. En ég vona Ástbjörni, ferskum á KR-rútina á sunnudaginn, en þú veist, svo bara allir vinna og við vinnum eitthvað út úr þessu.